Já, það eru kannski ekki mjög margar breytingar sem við höfum séð á borginni eftir að nýr meirihluti tók við störfum, en við vitum þó að það verður flaggað með öðrum hætti heldur en verið hefur í tíð eldri meirihluta. Er það eitthvað sem skiptir engu máli eða er þetta hluti af stærri sögu? Hann komin hingað Ingólfur Gíslason, lektor á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Vertu velkomin til okkar á Rauðaborðinu, Ingólfur. Já, þakka þér fyrir. Þetta er eitt af því sem að fólk er að ræða svona á götum úti. Það er hvort sú ákvörðun að nú stendur Reykjavíkurborg ekki lengur með bara sem maður tæki það sérstaklega Palestínu eins og áður var gert. Þú hefur nú oft vakið athygli fyrir snöfur mannlega framgöngu í því að vinna gegn útlendingahatri og svona fyrir, já, þú er talsmaður jafnaðar. Er þetta eitthvað sem að þér finnst ástæða til að hafa áhyggjur af? Já, ég verð að viðurkenna að við getum sagt að einn fáni er kannski ekki risastórt atriði. Nei. En ég held að fyrir það skoða það í samhengi við annað. Já. En ég verð samt að byrja á að viðurkenna að mér hefur fundist raunverulega gott að sjá þennan fána og palestínska fánan og ukrainska fánan og grænlenska fánan sem var hann líka á tímabili. Þannig að mér hefur fundist að svona gefa mér eitthvað að tilheyra borg og borgarsamfélagi sem að sýnir svona að minnstakosti þennan litla tákgræna stuðning. Ég hefði og hef alveg gagnrýnt fráfarandi borgarstjórnar meirihluta fyrir það að gera að sjálfsögðu sem sagt ekki nóg af því að hvað er einn fáni þar sem að við myndum vilja alvöru aðgerðir eins og viðskiptaþvinganir, slíta viðskiptum við landránsnýlenduna og svo framvegis. Þannig að þessi fáni er kannski, hefur verið svona eins og næstum því eins og svona cover eða svona að fyrir framfarandi meirihluta geta sagt, jú, við stöndum með Palestínu, en það er svona, það er bara þetta, þetta er nú ekki mjög mikið. En klárlega er samt svo aðgerð að taka þetta niður. Það eru mjög skýr skilaboð, Þú veist, það er ekki bara eitthvað svona, þetta er alltaf svona dulbúið í það að þetta sé einhvers konar svona þetta er svona almenn lög og nú ætlum við bara svona hætta að vera brjóta heilan og vera með að pæla í einhverjum flóknum málum. Við ætlum bara að hafa svona eina reglu. Það eru engir fánar nema íslenski fáninn og það gengur yfir alla, Þannig að það er þá líka, hefur líka verið talað um hinsegin fánana í þessu samhengi, Þá taka niður Palestínu, Úkraínu og hinsegin fánana, allt fána vesen. Nú er það bara íslenski fáninn, þetta eru almenna reglur. Þegar við vitum auðvitað að raunverulega ástæðan er Palestínufáninn. Ég meina, það er það sem að vekur þennan ákafa líka það að gera þetta, Þannig að maður getur sagt, ef þetta skiptir svona litlu máli, akkur eru þau þá að taka þetta niður? Og meðan það var bara Úkraínufáninn, þá var ekkert vandamál að gera þetta. Var hann ekki reistur í tíð Einars Þorsteinssonar? Jú, það held ég alveg örugglega. Þannig að þá var þetta ekkert of flókið eða eitthvað svoleiðis, En ég sé þetta náttúrulega sem svona hluta af þessu þessari almennu hægri slagsíðu á Vesturlöndum, hér á landi þar á meðal, þar sem að verið er að vinna gegn flóttafólki, útlendingum, þar sé að verið að reyna að finna svona hinni ytri ógnvald sem er þá fólk frá öðrum heimslutum, múslimar sérstaklega núna og flóttafólk. Þannig að þetta er svona hluti af þeirri bylgju að svona vilja með því að taka fána niður svona aðgreina. Það eru við á Íslandi, við erum með íslenska fánan og þið eruð ekki hluti af okkar
hópi, þið eruð ekki við, það eru við sem viljum íslenska fánan, þið eruð palestínumenn, þið eruð flóttamenn, þið eruð múslimar og svo fer þetta út fyrir, þú veist já, þið eruð óæskilega fólk og það var náttúrulega líka við síðan, það er svona svolítið hliðstætt með hinsegin fólkið, það er svona ákveðin hópur sem að lítur á hinsegin fólk sem svona ógn við hérna hefðbundnu íslensku hvítu fjölskyldu sem að ásett góða fjölskyldulíf og við þurfum að verja börnin okkar gagnvart áróðri hinsegin fólks. Það er svona ákveðnar hliðstæður í þessu sko með andúðin á útlendingum og andúðin á Palestínu og sem að jafnvel er farin að, ég veit ekki, að einhverju leyti hefur komið fram einhvers konar andúð líka á Úkraínu fólki sko. Já, það þreyta gagvart. Svona einhver þreyta gagvart því. Já. Og líka hérna hinsegin fólki, þetta er alltaf svona einhvern veginn, við ímyndum okkur að þetta fólk sé einhvern veginn að ógna einhverju heild svona alvöru Íslendinga, alvöru sem að eiga landið, eiga allan rétt hérna. Já, þannig að þú lítur á sko það að Reykjavíkurborg hafi flaggað fána Palestínu og Úkraínu sem tákgræn skilaboð, þetta hafi verið tákgræn skilaboð, betra en ekkert, en ekki mikið. En nú sé sem sagt hérna, nú sé verið að senda út bara skilaboð sem hvaða skilaboð? Til dæmis hvað varðar Ísrael? Hvaða skilaboð er nýr meiri hluti að senda Ísrael? Ég veit ekki hvort að þetta nú verið tengist kannski Ísrael svo mikið, ég veit það ekki. Kannski er þetta hluta því að við séum í liði með Ísrael einhvern veginn, það sé svona hluti af okkar sjálfsmynd að hérna, við teljum að þeir fái að tilheyra okkar stærra stærri vestrænu hóp sjálfsmynd sko. En þetta er að minnsta kosti einhvers konar eftirgjöf, þar sé að við erum þá að hérna að því að þessi fáni er augljóslega þyrnir í augum þeirra sem að koma frá síonísku landtöku nýlendunni. Þannig að hérna þeir þurfu ekki lengur að horfa á þennan fána og upplifa það að það sé stuðningur við Palestínu. Þannig að það auðvitað breytir því. En náttúrulega fyrri meiri hlutar, hérna, við getum farið í upprifun á sögunni þegar hérna 2015 að þá ætlaði Reykjavíkurborg að taka upp einhvers konar sniðgöngu á hérna vörum frá að minnstakosti frá vörum sem eru framleiddar á hernumdu svæðum, svokölluðum 1967 þegar Björk Vilhelmsdóttir hætti borgarstjórn. Og síðan var sá meirihluti sem var þá undir forystu Dags B. Eggertssonar rekinn aftur með það, þar sé að þeir eruðu fyrir hérna svona þrýstingi frá einhverjum sendiherrum og eitthvað svona Ísraels og ráðuneyta á Íslandi og svona svo að þið megið ekki hætta viðskiptum við Ísrael eða þó það væri bara vörur frá hernumdum svæðum sem er ólöglegar sko, samkvæmt alþjóða dómstólum. Og það var bara hætt við það og síðan hefur ekkert gerst þar meir sko í samtöðu þetta. Þannig að hérna þannig að fyrir meirihlutar og hérna með samfylkinguna í forystu og svona þeir hafa ekkert endilega ekki endilega verið mjög duglegir í að gera neitt fyrir Palestínu sko. Já. Og þarna í þessu sögulega máli sem ég finnst að svona ekki vera svo langt síðan en það er samt minnst að kosti 10 ár síðan, ég sagði 2015, ég er ekki alveg viss hvort það hafi verið aðeins fyrr. Hérna já, þetta minnir mig á sko að hérna, mér finnst sko hægri mennir sjálfstæðismenn að þeir eru mun svona ákveðnari í þessu að við ætlum ekki að taka afstöðu með Palestínu, við erum í rauninni þú veist og þeir geta sagt við erum bara hlutlaus og ég sá frétt áðan á netinu þar sem að Einar Þorsteinsson segir eitthvað svona eins og
nú ætli þau ekki að þrasa utanríkismál í borgarstjórn. Þau ætla bara ekkert að hugsa utanríkismál. Það svo mikið vesen, sko. Og það kemur auðvitað bara til af þessu máli en engum öðrum. En já, svo þegar ég tala svona að missi aðeins þráðinn, þannig að ég var að tala Dag B og appelsínunar sem við ætluðum að hætta að kaupa. Já, við ætluðum að hætta að kaupa eða ef það var þá raunverulega eitthvað sem að Reykjavíkurborg hætti að kaupa, ég er nú ekki viss með það. En þetta var bara svo ákvörðun, sko, sem var einhvern veginn ólögleg. Og þetta svona í alþjóðakerfinu og í okkar kapitalíska samfélagi að þá alls konar reglur það að opinberar stofnanir og fyrirtæki og og svona hlutir eins og ríki og sveitafélag og þau mega ekki taka tillit til annara sjónarmiða en viðskiptalegra þegar þau eru til dæmis að bjóða útluti eða innkaupa stefnu eða eitthvað svoleiðis. Það bara bannað. Nema auðvitað þegar valdið vill það þá ekkert mála að gera það eins og gagnvart Rússlandi, sko. Þú veist, þannig að það ekkert mála að útiloka Rússland frá Eurovision eða fótbolta eða íþróttum eða háskólasamstarfi. Það gerist á 2 vikum. Það ekkert vandamál. Það ekkert flókið. Það ekkert vesen. Prinsipin eru mjög selektív. Það eru prinsip en það má alltaf brjóta þau ef að einhvern veginn hvað sem var orðað að valdið við þau svona já, það svona heimsveldi sem við erum hluta af, ef að það vill gera hlutina þá það bara gert og það ekkert mál. En já, ég var eiginlega komin út í með Sjálfstæðisflokkinn og Samfylkinguna, mér finnst fyndin, sko, að það eins og Samfylkingin nú fer ég bara út í Alþingi, svona almennara brottfarar stöðina svokölluðu eða fangabúðir fyrir flóttamenn sem var samþykkt núna á Alþingi, engin flokkur á móti og það Samfylkingin í rauninni sem stendur fyrir því, hún ríkisstjórn og sama dag og það var samþykkt að þá setja Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir og Jón Gunnarsson sjálfstæðismenn og fyrir ráðherrar, þá birta þeir svona myndir af sér á Facebook síðum sínum sem eru málverk af þeim í svona hlutverki nasista og það svona sýnir hvernig og eins og í fánamálunum kannski að hægrið það svona sýnir sinn vilja svona mjög sterkt og stolt af því að svona við viljum útiloka útlendinga, við viljum ekki styðja Palestínu en svo eins og Samfylkingin geri í raun og veru svipaða hluti en svona skammast sín aðeins fyrir það, sko. Það myndi, Kristrún Frostadóttir myndi ekki birta stolt mynd af sér í nasistabúningi til þess að lýsa því yfir hvað hann væri ánægð með þetta. Já, sko þetta, mér fannst mjög áhugavert að sjá hjá Áslaugu Örnu í gær færslu hennar þar sem hún í rauninni að segja það að hún hafi verið grýtt fyrir að hafa verið fyrir 5 árum stödd á þeim stað sem að Íslendingar heilt yfir séu komnir á í dag. Einmitt. Það sem hún var að vísa til var að á Alþingi fyrir 5 árum var hávær andstaða við breytingar á framkomu okkar gagnvart útlendingum og utan þinghúsins var líka mikil mótstaða en hún segir nú þessi mótstaða öll úr sögunni og ég og Jón Gunnarsson segir það sama og menn hafa verið að rifja upp hann Ásmund sem var á undan þeim, sko, að nú bara það komin glænir taktur í samfélagið, ég var á undan mínum samtíma, þið grýttu mig og ég í fílu yfir því og svo bara hætt á þingi með þessa, svona 1, 2 og 3 en sko þetta mjög áhuga verð framsetning einhvern veginn finnst mér. Já, þetta mjög áhugavert einmitt eins og ég var að tala að það svona, já, maður veit ekki alveg hvort að þetta meint á einhverju leyti í kaldhæðni, sem sagt hún stoltur nasisti eða hún að segja ég get ekki verið nasista því það myndi þýða að þið værið öll nasistar
og en þú veist þessi þróun sem að er bara mjög raunveruleg, sem að er skelfileg, sem að gengur út á í rauninni útilokun, andúð og grimmd, því að pointið með öllum þessum lögum að gera, eins og þau myndi segja á stjórnmálamáli, gera það minna eftirsóknarvert að leita hælis sem flóttamaður. Það að segja að pointið að gera það eins kvalarfullt og mögulegt og ég myndi segja að þetta gengur auðvitað í bylgjum, en það hefur mjög oft áður í sögunni verið mjög mikið fylgi almennings við slíkar útilokanir. Ég meina, við getum farið aftur í það hvernig Íslendingar tóku ekki á móti gyðingum á 4. áratug síðustu aldar, þegar einhverju þeirra reyndu að flýja til Íslands og þeim var bara snúið við og sagt nei og sendir aftur til Þýskalands, þar sem þeirra hefur bara beðið dauðinn, og Ísland var ekki eitt þetta, það voru bara flest önnur lönd gerðu þetta líka. Og ég meina þetta var takturinn þá, og þetta var svo sannarlega líka og ennþá lengra komið að sjálfsögðu í miklu öfgafyllri mynd í Þýskalandi sjálfu, en þetta er sama orðræðan þannig að þetta er algjörlega skelfileg þróun, en við á Íslandi, þetta er svona svolítið skrítið að við erum aðeins eftir við erum einhverjum árum á eftir Danmörku og kannski Svíþjóð í þessu, vegna þess að danskir jafnaðamenn, svo kallar eða sósíaldemókratar, þeir hafa fyrir löngu tekið upp svona stefnu og jafnvel miklu harðari, Þetta er kom einhvern veginn aðeins seinna hingað, en sem sagt þetta með að Áslaug Arna og þau hafi verið svona forgöngu fólk í þessu, þú veist, og stæra sig af því og einhvern veginn eins og þau hafi verið svona, eða séu á einhvern nátt að móti straumnum. Þú veist, það má þetta setja spurningamerki við það, vegna þess að svona lagað hefur alltaf verið mjög vinsælt, að finna einhvern ytri svona ógnvald sem að eyðileggja fyrir okkur, hann að fremja alla glæpina, hann að stela á okkur, hann að þurrka upp ríkissjóð, þú veist, allar þessar klísjur. Það hefur alltaf gengið mjög vel í hluta almennings á Vesturlöndum, Núna aðeins sveiflast til og núna er það í mikilli uppsveiflu, Já. Og mér finnst gild spurning að velta því fyrir sér, hvort við erum, þetta er náttúrulega bæði, en ég spurði þið áðan sérstaklega út í Ísrael, vegna þess að eitt er að við séum hætt að styðja hóp sem það hafi verið mikil söguleg tengsl á milli Íslendinga og Palestínu og og við höfum sannarlega átt góða spretti í mannúðarmálum gagnvart Palestínu. Hvað varðar Ísrael, þá segja mér hernaðar fræðingar og hagfræðingar að ítök Ísraela séu orðin svo mikil í veröldinni að þeir hafi Trump út í þetta heimskulegasta stríð allra stríða í seinni tíð við Íran og ég er að velta því fyrir mér hvort borgarmeirihlutin í Reykjavík er að einhverju leyti eins og maður sér víða í heiminum að bara passa sig að gera ekki neitt sem geti stygt Ísrael sem áður var hundelt og Ísraelar og fordóma gagnvart þeim en núna komnir í aðra stöðu svolítið að hvort sem sagt við séum að horfa upp á það að ef Ísrael er orðið svo sterkt ríki að það getur att Bandaríkjunum út í hvaða stríð sem eru þá ítök þeirra orðin það mikil hér á landi að það hafi einhver áhrif á gjörðir þessa nýja meirihluta í Reykjavík, bara bursið frá sem sagt sjónarmiðinu gagnvart Palestínu. Já, ég þú ekki nú alveg að segja, ég veit ekki hversu gagnlegt það er að reyna að skilja að eitthvað svona eins og hver raunverulega, hvort það er Ísrael sem að er að stjórna eða etja Bandaríkjunum, þú veist, þetta er sama ekosystemið, þú veist, þetta er
Bandaríkin eru hlutað í, Ísrael eru hlutað í, NATO er hlutað í. Þetta en þú veist, vissulega eru ítök ísraelskra, eða ítök og svona samanflækjur, einhvern veginn. Ísraels eru í okkar hagkerfi og hagkerfi Vesturlanda og heimsins og sko hernaðar maskínunar, þau ítök eru þetta mjög mikil. Þú veist, við erum með lyfjafyrirtæki, Ísraels lyfjafyrirtæki sem framleiðir fullt af lyfjum á Íslandi, Teva, og það er ekki, þú veist, það væri ekki hægt að stoppa það bara í dag án undirbúnings. Sko, vegna þess að það þarf að framleiða einhver lyf. Hins vegar auðvitað geta aðrir framleitt þessi lyf, það er ekki það, sko. En þú veist, og svo eru hérna framleiða eru í hernuminu Palestínu á yfirráðasvæði svokallaðs Ísraels, að þá eru þetta fer fram mikil framleiðsla á alls konar hernaðartækni sem er notuð af öllum, þú veist, af aðildarlöndum NATO og svo framvegis, og það eru framleiddir hlutir hér á landi í samvinnu við ísraelsk fyrirtæki. Það er einhverjir kafbátar, drónar sem er verið að framleiða og í Kópavogi einhvers staðar, og þetta er einhvern veginn tengt Ísrael, sko. Þannig að sko stundum ef maður lítur á þetta þá hugsa maður bara þeir eru búin að koma sér fyrir allstaðar. Þú veist, en þeir eru bara integral hluti af þessu, eins og Bandaríkin eru þetta líka. En þú veist, í einhverju stóru samhengi þá kannski Bandaríkin gætu að sjálfsögðu skiptum afstöðu þannig séð, skilur við, maður trúir á það. Og þar með væri hægt að í raun og veru hafa einhver veruleg áhrif, sko. En ég veit ekki með þess að jú, það getur verið að við viljum ekki styggja Ísrael, af því að það getur verið einhver viðskipta tækifæri eða viðskipta samningar eða eitthvað svo leiðis. Við erum náttúrulega með, sko, þetta er allt saman, Einar Þorsteinsson er í rauninni hægri maður í Framsóknarflokknum og Viðreisn er auðvitað mörguleiti mjög hægri sinnaður flokkur og Sjálfstæðisflokkurinn er hægri sinnaður undir stjórn Hildar. Við heyrum hvaða áherslur þau hafa. Þannig að það eru margar spurningar í þessu. Sko, maður heyri líka þau séu að velta fyrir sér að leggja niður mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð. Já, ég hef heyrt það líka og það var í umræðinni. Ég veit ekki hvort að það er eitthvað sem er alveg konkrétt stendur til núna. Já, ég heldur segi sjálf að því skal stemt. Að því skal stemt, já. Hvað tengist það þessu sem við erum að ræða? Já, þú veist, það er örugglega hægt að tengja þetta saman. Þetta er hluti af sama. Við ætlum ekki að hugsa utanríkismál, við ætlum ekki að hugsa mannréttindi, við ætlum bara að gera vel við okkur sjálf, sko, eða skilur við ætlum Ísland fyrst, sko. Það er bara það sem að skín í gegn hérna. Þetta er stefna Miðflokksins sem er að koma þann inn í alla flokka. Já, stefna Miðflokksins komin inn í alla flokka. Ég held að það sé alveg augljóst. Þetta er slagorð Miðflokksins sem er þannig Ísland fyrst og svo allt hitt. Og þetta er bara hluti af því, sko. Já, þú greinir það þannig. Ég held að þetta er bara sama bylgjan, sko. Ég hef ekki að segja að þetta sé vegna áhrifa Miðflokksins sérstaklega, en þetta er sama bylgjan sem er í þessu. Já. Og þú veist, að telja sig ekki að hafa efni á mannréttindum. Það er svona gamalt stef. Það er líka þessi ímyndum að þetta fólk sé að taka eitthvað frá okkur, að við verum að eyða peningum í mannréttindaskrifstofu sem að við gætum notað, og það er alltaf spurningin, já, í hvað yrði það þá notað? Yrði það notað til einhverja góðra verka eða, þú veist, er eitthvað sem að bendi til þess? Þá myndi ég nú spyrja, þú veist, ríkiskassin er alltaf tómur og það er alltaf verið að skera niður og það vantar alltaf peninga en það er alltaf ímyndunum að ef við bara getum losnað við þetta allt þetta sem að hjálpar ekki okkur núna, að þá væri kannski hægt að bjarga einhverjum, ég veit það ekki. Þetta er allt mjög svona þversagnakennt. En ég veit samt ekkert, sko, hvað mannréttinda skrifstofan raunverulega gerði, skilur við. Nei. Var það til dæmis bara eitthvað svona tákgrænt sem að í raun og veru hafði lítil áhrif eða hvað? Ég er ekki bara... Það vil svo skemmtilega til að í öðrum þætti hér við Rauðaborðið í kvöld þá spyr ég þessara spurningar framkvæmdastýru kvennaathvarfsins
og það var vist heilmikið samband, hefur verið heilmikið samband á milli kvennaathvarfsins og mannréttindaskrifstofunnar og hún lýsir því sem að það hafi bara mjög gagnlegt samstarf verið þarna á milli og þetta sé ekki eins og sjálfstæðismennir hafa talað Brynja Níelsson og félagar að þetta sé bara dekurverkefni fyrir einhverja ákveðna tegund af drullusokkum og letingjum sem séu vinstri kósí sinnar, skilurðu að hérna Já, nei, ég veit að þú veist að hugmyndin er alltaf þannig að þetta sé bara einhvers konar atvinnutækifæri fyrir aumingja eitthvað svona eitthvað mjög skylt því eitthvað fólk og einmitt kostnaðurinn sem þú nefnir að við höfum svo mikinn kostnað af það er ímyndunin sko þú veist þetta er allt svona fantasíur það að þetta kosti svo rosalega mikið og það væri annars hægt að gera svo mikið fyrir einhverja raunverulega Íslendinga eða eitthvað svoleiðis þannig eins og mig grunaði svo við förum aftur heim til upphafsins fánamálið það er miklu í þínum huga það er tákgrænt, það er miklu stærra það er tákgrænt en það er kannski bara svona toppur á ísjaka þú veist, það er eitt merki það er svona mjög skýrt merki skilaboð og þú sagðir í einhverjum status sem ég las á Facebook skilaboðin eru skýr nýr meirihluti styður þjóðarmorð nauðgunar nýlendunar í hernuminni Palestínu sko ég er náttúrulega að nota sterk orð en þau eru þetta bakkuð upp af skýrslum Sameinuðu þjóðanna og annar alþjóðasamtaka og umfjöllun New York Times það er svona svolítið reynda einhvern veginn svona reyna að láta þetta gleymast eða svona hylja þetta en þú veist það eru bara bókstaflega fréttir mjög markvissar notkun á kynferðisofbeldi og nauðgunum í Ísrael og þetta með stuðningin er sko að þú veist ef þú gefur merki ef þú tekur niður fána sko þá er það meira heldur en að gera ekki neitt og þú veist þú gætir sagt í fyrsta lagi getur þú verið hlutlaus gagnvart þjóðarmorði þú veist ef þú ertu hlutlaus gagnvart því að það sé í lagi að myrða að slátra börnum í 2000 tali sko er það eitthvað sem að bara þú getur verið svona nei ég er hlutlaus ég ætla ekki að vera hérna þrasa utanríkismál myndirðu segja þetta líka þú veist, það getur tekið hvaða dæmi sem skilur það maður sem að myrða barn út á götu getur verið hlutlaus bara ég held að sé ekki þetta að vera hlutlaus og sér í lagi ef þú tekur niður einhvers konar samstöðu yfirlýsingu eins og hann fána þá ertu náttúrulega að segja eitthvað ég styð ekki Palestínufólk í þessu og þar með ertu að styðja þjóðarmorð það er engin spurning Ég verð að viðurkenna það að ég er svolítið í hópi þeirra Íslendinga sem hættur að fylgjast með fréttum á Gaza já. Það er á einhverjum tímapunkti þá verður maður dofinn eða ónæmur og er ennþá samir hryllingurinn þar og það var. Bara eru börn myrt á hverjum einasta degi sko og það eru gerðar árásir það Ísraels her gerir árásir og sprengir fólk í loft upp og skýtur það með drónum á Gaza á hverjum einasta degi og þetta kallað vopnahlé sko þetta það eru færri drepin á hverjum degi heldur en var fyrir svo kallað vopnahlé en það verið að gera það mjög markvisst og það ennþá verið að halda útiloka að það berist hjálpargögn og það berist eitthvað til þess að byggja eitthvað upp það er bara lokað, það mega engir blaðamenn komað þangað, það er bannað þeim bara það er Ísrael lokar því algjörlega þannig að það er þjóðarmorðið í sjálfu sér í fullum gangi og Netanyahu er að lýsa yfir bara bókstaflega við ætlum að taka ég er búin að segja mínum herforingjum að taka 70% af Gaza núna þannig að sko Ísrael er búið að taka yfir 60% og 70% af Gaza bara undir sitt eignarhald sko og þetta er auðvitað eitthvað sem að mjög eðlilega að mjög margir orðnir svona eitthvað dofnir gagvart sko en það bara hver getur einhvern veginn fylgst með þvílíkum hörmungum í að verða 3 ár það er náttúrulega bara erfitt sko
hvað það sem knýr þig áfram? Nú hafa menn sko heimtað höfuð þitt, vilja að þú verðir rekinn frá háskólanum fyrir að sennilega gera lítið annað en að segja það upphátt sem að menn vilja ekki heyra sko. Hvað það? Við erum að tala að meiri hlutin í Reykjavík, hann kannski að kaupa sér bara þægindi og frið og prinsipunum varpað á öskuhaugana og allt einhvern veginn háð business nefi, allt gangi kaupum og sölum. Hvað það sem knýr þig áfram? Já, það nú einhvern veginn erfitt að vera sálgreina sjálfan sig sko. Þannig að ég meina meðvitað það bara einhvern veginn að ég get ekki alveg annað sko. Það er bara einhvern veginn verið að drepa fólk fyrir framan augun á mér og mér finnst það rangt og þetta er einhver svona, ég veit ekki, kannski einhver löngun til að hafa áhrif á fólk sko, því að mér finnst það óskiljanlegt að fólk skuli ekki bregðast meira við þessu sko. Mér finnst eins og það sé að það sé einhver svona siðferðileg afneitun sko, því að flest fólk í dag, það veit hvað er að gerast, ég veit að það er þjóðarmorð eða fólk, það er náttúrulega búið að hræða fólk frá því að nota þetta orð og segja að þetta er nú eitthvað svona lögfræðilegt, tæknilegt, en það veit að minnsta kosti að það er verið að fremja hryllilega stríðsglæpi, það er verið að drepa börn, en enga síður þá bara finnst fólki ekki eins og það þurfi að gera neitt sérstakt og bara við getum haldið áfram hér eins og ekkert af í skorist og það kannski kemur margt til að fólk finnst eða trúir því að það get ekki gert neitt, það skiptir engu máli hvað það gerir en ég bara finn ekki ég get ekki hvílt í því einhvern veginn eins og þetta, ég get gott sem er ekkert gert þannig að hver fer ekki bara slaka á þetta það bara ásækir mig, ég get það ekki einhvern veginn bara, ég set við tölvuna og kannski það bara að því að við tölvuna vera minna allan daginn eitthvað að vinna og kíkja á þetta og það bara kemur alltaf eitthvað og ég bara, nei, ég verð að reyna einhvern veginn gera fleiri meðvitað þetta og eitthvað vona að það komi eitthvað meira þannig að réttlætiskennd. Þú veist, kannski réttlætiskennd, ég veit það ekki, ég get ekki alveg dæmt það sko. Hvernig varstu alin upp á hverju af því að sko mörg okkar fara aðra leið heldur en þú, var eitthvað sérstakt í uppeldinu sem að leiti til þess að þú þorir að standa í stafni, leggja undir þín eigin störf og frið í samfélaginu? Já, ég meina ég veit það ekki sko. Ég held að ég sé ekki svo eini sem að fékk uppeldi foreldra sem að á einhvern nátt trúðu á frið sko. Það er ekki einstakt þannig að það er svona já einhver svona áróður þar fyrir friði og jöfnuði og réttlæti sko en það getur kannski ekki útskýrt þetta, ég veit það ekki kannski er þetta bara líka því ég er svona mikla þörf fyrir að svona, ég fæ eitthvað út úr því að vita og svona kynna mér og svona reyna að skilja hlutina svona ég ímynda mér að ég geti skilið á sem er kannski óraunhæft og svo að segja öðrum frá því sko, ég veit það ekki Þeir eru ekkert margir eins og þú Já, það eru nú margir fleiri sem það er nú margir fleiri að beita sér fyrir réttlæti og Þeir eru miklu fleiri sem hætta að beita sér eftir að er búið að hóta þeim berúsferbót bara að eyða þeim úr starfi, gera þeim ókleift að afla lífsbjargana áfram Já, það vill þá bara þannig til líka ég einhvern veginn í þannig stöðu núna að ég svona óttast ekki beinlínis það sko Nei. Það er kannski bara forréttindastaða Já En eftir situr að loknu þessu spjalli að þetta er ekki léttvægt mál
með fánana. Það er verið að senda skilaboð. Það er verið að senda skilaboð. Já, og það er ekkert endilega, ég er að greina það á þér, þú ert ekkert endilega bjarsýnn á að við sem að sigla inn í eitthvað betri tíma heldur en að við erum undanfarið. Nei, ég er ekki bjartsýnn á það, sko. Ég veit ekki hvenær hvort eða hvenær þessari bylgju verður einhvern veginn þessi svona hægri bylgja, hvernig hún eiginlega endar. Þetta endaði ekki vel þarna á 4. áratugnum. Já. Þér verður að hugsa til hans? Mér verður að hugsa til hans, já. Það er mikil óvissa. Já. En Ingólfur, kærar þakkir fyrir að koma hér og spjalla við mig. Það er ég vona að það verði ekki síðast skipti. Takk. Og áfram göngum við göttuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.